Já, þeir eru komin hérna í jólaþáttinn að vestan. Við ætlum að fara með ykkur víða í kvöld, heyrum börn syngja, hittum jólasveinin, jólaketti, kíkjum í fjárhús og ég veit ekki hvaða leikfung barna, njótið. Á morgunstundum í Brekkubæjarskóla stíga nemendur á stokk og flytja lög og fleira fyrir gesti fyrir troðfullu húsi. Við ætlum að fá að fylgjast með jólamorgunstund hjá þeim. Morgunstund í raun samvera allra í skólanum, starfsfólks og nemenda og foreldra. Það frábært hvað foreldrar og aðstandendur eru duglegir að mæta morgunstundir. Og mér finnst það í rauninni vera punkturinn yfir í. Aðstandendur taka þátt í stundinni með okkur. Að morgunstundir tengist stefnun okkar, góður fróður. Síðan ég byrjaði að kenna við skólan þá hef ég lagt svo miklu áherslu á að krakkarnir gera hlutina sjálf. Þannig að þau lærðu að tengja allt og þau læra lögin og í flestu lögum spila bara þau og syngja og sjá allan flutning. Auðvitað hjálpa ég þeim að æfa, þau æfa ekki alveg sjálf en þau, mér finnst það vera mikilvægast af öllu að þau gera hlutina sjálf. Því þá læra þau líka mest. Þetta eru sannlega 800 manns með öllum sem eru hérna inni. Ekkert mál að fá nemendurna til þess að stíga á stokk? Ég held einhvern veginn þegar þetta orðin hefð að þá það minna mál. Já, þetta hlýtur að vera alveg heilmikið í nám fyrir nemendur bæði að stilla upp viðburðunum, tengja, læra á hljóðið og mynd og ljós og þetta og eins að koma bara fram fyrir öllum þessum fjölda. Ég alveg samfærð það að einmitt og ekki síst bak við tjöldin. Bæði það að koma fram og líka allt bak við tjöldin. Og eins og núna, þau eru að ganga frá hérna bak við og þá þarf að stilla, tómendastofan eiginlega tóm núna. Það væri mjög gott að þrífa hana áður en hljóðfæri koma inn. En svo verða krakkar eftir og þau eru að æfa sig að tengja meira og þá setja þau upp. Ég er ekki bara að tengja heldur, tengja þau tómendastofan að gera hana kennslu hæfa. Eru allir kennarar sem taka þátt í þessu með ykkur? Já, í rauninni. Jóhanna tekur alla kennar í danstíma á kennarfundi. Það mikið stuð. Þannig að kennararnir geta tekið þátt með börnunum og það eru allir sem taka þátt og það ómetanlegt að hafa backup stuðning frá kennurum. Hvernig að koma fram fyrir svona mikið af fólki? Það bara mjög gaman. Já, spennandi. Er skemmtilega að spila jólalög heldur en önnur lög? Já. Eigið eitthvað uppáhalds jólalag? Eiginlega ekki. Nei. Á morgunstundin alltaf snjókvæmt falla. Já. Og það farið að eiga svona sess í hjarta ykkar? Já. Og bannan fyrir svepp, mesta spurningamarki. Hérna, þú veist að tala um áðan, þetta eins og þetta sé innbyggt í fingurna. Já. Þetta er vondur sveppur, maður er með svona fjastringa minni síðan í gamla daga. Svo getur þú farið niður þetta rauð, getur farið niður þetta rauð og farið peninga. Við erum sest hérna inn í betri stofuna í Norska húsinu í Stykkishólmi. Hér er jólasýning, jólagjafir fyrr og nú. Meðal annars er Nintendo talva hér uppi, kveikt á henni og með skjá. Hér getið þið komið og spilað Nintendo og fengið aldeilis nostalgíu beint í æð. Við ætlum að heyra af sýningunni og kíkja, skoða hana. Hvaða jólagjafir voru vinsælar og eru ennþá kannski. Þessi talva hérna, Nintendo, Já. þetta er hluti af sýningu í Norska húsinu. Já.
Þetta er hérna leikfangasýningu sem tengist jólagjöfum. Svona, maður leiða líkur því hvaða leikfang börn það geta fengið jólagjafir í gegnum tíðina. Já, jólagjafir fyrir og nú. Já. Nintendo tölvan var vinsæl á sínum tíma. Já, svona upp úr 1990 held ég. Það hefði verið mjög vinsælt á Íslandi. Jólagjöf. Já. Mjög margir svo til að fremja stíksumi sem áttu með tölvu. Ef við kíkja á sýninguna? Já, endilega. Á nú vinnum í þessu? Já. Þið eru alltaf með reglulega sýningar hérna í þessu rými. Já, sko hugmyndin af þessu sýningu spratt upp í fyrra. Þá vorum við með sýningu jólamat, sem 24 daga til jólamatur. En núna heitir hún Börnin hlakka til og er leikföng. Þannig það eru 24 spjöld með leikfangi, ákveðnu leikfangi hverju spjaldi og það er bara svona frá alls konar tímabilum. Manst þú eftir einhverjum leikföngum hérna? Já, ég leik mér mjög mikið með Barbie. Það var alveg bara mest hjá mér og Turtles var svolítið á börnunum mínum og náttúrulega Lego og Mekano það er töluvert eldra, það er svona síðan kringum miðja 20. öldina. Já, og Fisher Price náttúrulega, það var bara öll börn átt Fisher Price, eitthvað leikfang Fisher Price. Sumt af þessu er ennþá, Lego-kúpar og Fisher Price. Við erum til dæmis með sýningunni gamlan síma síðan kringum 1960 og svo annan nýrri og þeir eru eiginlega bara nákvæmlega eins. Sumt af þessu er nú ennþá og allt kannski, alveg í fullu gildi sko. En annað er svona kannski meira tísku. Já, og svo Furby til dæmis, það var mjög vinsælt kringum 98 og svo var það með svona aftur bara fyrir 5-6 árum sko, þannig að það er margt sem kemur aftur. Hvernig viðbröðast að fá frá fólki sem kemur mjög skemmtileg og góð viðbröð, það er allir bara fá svona nostalgíu að koma hérna. Ég get alveg ímyndað með það. Já. Og svo einmitt til dæmis svo auglýsingarnar-spjöldi sem við erum með hérna frammi, það er svolítið skemmtilegt að suma munina erum við með á sýningunni eins og bílastæðabrautina þarna og svona og fundum við auglýsingar fyrir það líka síðan kannski 70 ára. Sko leikföng þekkjast mjög lítið á Íslandi, svona Vestmýður svona leikföng fyrir svona 1960 upp úr því sko. Og það var nú bara í gær sko, 1960. Já, hjá mér. Þú varst ekki fædd þá. En þetta er samt svo stutt síðan. Hvað léku börn sér með? Sko, það náttúrulega voru mikið af heimatilbúnum leikföngum og svo náttúrulega léku börn sem aðalega úti. Það var ekkert verið að hanga inni í bílaleik og búaleikur og stelpum var úti. Og svo má sko benda á nokkur leikföng sem höfðu áhrif. Það til dæmis eins og byssurnar allar. Það er þegar að Roy Rogers kemur, sko Roy Rogers eins og við sögðum í gamla daga, kúrekamyndirnar í bíó, þá hætta íslenski drengir að vera hallaríslegi víkingar og gerast kábóðar og indíánar. Og það var nú meira fjör, sko. En svo náttúrulega til dæmis hér er skemmtilegur hlutur sem er þessi eldavél, rússnesk eldavél, því að það er eitt svona skemmtilegu þáttur í þessari sögu, því að þegar að Íslendingar færa út í 12 mílurnar, þá sitja Bretar hafnbanna á okkur. Þannig við verðum að selja alla afurðir til Austantjalsríkjanna og Rússlands. Þeir áttu enga peninga til að borga okkur og nokkuð vantaði ýmislegt. Kom gríðarlega mikið að iðnvélum til dæmis til Íslands á þessum tíma, en töluvert af leikföngum. Og þessi eldavél hún er svolítið skemmtileg í þessari sögu vegna þess að ég held að allar stelpur fæddar á árabilinu svona 55-65 hafi eignast svona eldavél. Það kom svo gríðarlegt magn af þessu. Hvað byrjar svo að koma? Er það byssurnar og þetta sem byrjar að koma til landsins? Já, sko, þetta byssudót svona og síðan náttúrulega komu Matchbox-bílarnir sem voru rosalega vinsæl svona systkinagjöf, þar að segja systur gáfu gjarnan bræðrum sínum svona lítinn pakka og sömuleiðis eru tindátarnir og svo er náttúrulega hjá stelpunum er það náttúrulega Barbie sko. Já. Þá er náttúrulega Barbie að koma markaðinn og Barbie er náttúrulega sko alveg stórkostlegt leikfang. Og það sem er svo merkilegt með Barbie er sem að kannski Barbie er bæði elskaðast og hataðasta leikfang allra tíma. Og það eru það bil 6.000 einkasöfn til bara Barbie. En sko það sem er að breytast þarna er það að þarna eru stelpur farnar að hugsa sig sem konur. Ekki bara sem barnfóstru eða eldabusku. Ekki bara húsmóðurinn á heimilinu. Heldur farnar að hugsa sig sem konur. Og það held ég að sé svolítið
svolítið svona bylting í, má kannski segja Barbie sé svona upphafið að kvennabyltingun í heiminum, án þess hún hafi nokkurn veginn skilgreind þannig. Heyrðu, en hér erum við komin á svolítið merkilegum bíl líka. Já, þetta er jólagjöfin sem ég aldrei fékk. Þetta er svolítið hérna, þetta er svolítið uppáhald því að svona bíll var til í Þórðarbúð í Grundarfirði fyrir jólin 1961. Og mér langaði alveg óskaplega í hann. 61, þú ert þá 6 ára? Það var í 6 ára. Já. Og hérna, næst þegar ég sá hann, það var í Kanada, í Montreal í Kanada, 2007. Og ég náttúrulega bara fór inn og keypti hann. Og þegar ég kom með þetta upp á hótelherbergi og sýndi konu minni þá sagði hann, hvað ætlarðu að gera við þetta? Og ég sagði, gera við þetta, þarf ekki að gera við þetta, þetta er fullkomnu lagi. Og þetta er náttúrulega bara yndislegt leikvang, sko. Þetta er leikvangi sem ég aldrei fékk. Og hérna, maður er aldrei á gamall til þess að láta draumana rætast. Við erum komin að Neðrihóli í Staðarsveit. Við þurftum að leita okkur skjóls hérna í fjárhúsum. Það er ekkert eins viðeigandi eins og að leggja sig í jötu í jólaþætti að vestan. Við ætlum að heyra í Snæbirni og Þórunni, bændum hérna á Neðrihól, hvernig jól eru í fjárhúsum. Snæbjörn, það er ekki alltaf jólin eins og fólk veit, en það er svo sannarlega jólin hjá sauðfé, því að þá er hleypt til. Já. Það er að segja að þar eru kindur paraðar með hrútum, eða hrútar paraðar við kindur. Og þið hafið sterkar skoðanir á þessu, sauðfjárbændur. Þetta er sæði úr hrútum sem að þið veljið úr svokallari hrútaskrá. Já. Sem að sæðingastöðinni hér á Vesturlandi. Þetta er drjúgur. Við erum að fara að sæða með drjúg 17808. Herri, ég ætla að blata þetta til að halda á þessi smástund. Þetta er aðalpurotnin í dag. Vá, mér líður eins og bara almættinu. Hversu viðeigandi það í svona jólaþætti. Ég er komin hingað til þess að gefa líf. Eða eitthvað. Er mér að vaksa, er ég ofmetnast? Það taka þetta svo langt. Ég ætla að grípa hérna eina. Þú ætlar að grípa hérna. Svo ætla ég að fá þið til að halda henni hérna uppið. Svo að áhorfendur viti að þá er búið að athuga hvort það sé að blæsma. Sem að þýðir, blæsma er hvað, eru frjóar. Að það er hrútarnir séu askoti fúlir. Já, ég held að þeir séu öðursöki núna. Djöfull held þessu svektir. Þetta er dálítið svindl. Mér finnst þetta að vera dálítið svindl, já. Ég vil bara segja það. Þórunn, þið hjónin eru eina af því fólki sem að taki ykkur upp úr Reykjavík og flytið upp í sveit. Byrjið eiginlega með bara báðar hendur tómar og hafi byggt upp hérna æðislegan sveitabæ með ferðaþjónustu og ég veit ekki hvað. En mér langar að spyrja þig varðandi sauðfjárræktina. Hvert ætliði með hana? Sko draumurinn er alltaf, ef ég segir það svo draumurinn á Snæbirni er sko 1000 kindur og 10 hundar. En þú veist, að því að sauðfjár, mér finnst það og það er þannig, sko sauðfjárræktin er rosalega lífstíll. Þú ert ekki að fá mikið út úr henni, þannig að ekki eins og er allavega. Þannig að við ákváðum, við erum með 250 og húsin bera það og eiginlega eina sem við gerðum núna þá í staðinn er að við erum að reyna að auka verðgildi hverra kinda fyrir sig. Þannig að það sem við höfum verið að gera núna er að selja svona beintur á bíli og það sem hefur verið vesenið, það er eiginlega frystipláss. Af því að flestir vilja kaupa kjöt, þú stutt að, en hafa ekki frystipláss. Þannig að nú erum við búin að redda því og við ákváðum að taka helminginn á lömbunum heim sjálf. Og það er dálítið svona stórskref
og í fyrra þá ákvaðum við að prófa að selja einhverja 10, við seljum hakk, við seljum snitsel, við seljum gúllas, við seljum innralæri og við erum að selja líka tvíreitt ærkjöt, bæði í vöðva, rúllu og í hakki. Það er dálítið flott, þannig að þú getur bara smurt á brauð. Þannig við erum alls konar svona hugmyndir í gangi og það er svo frábært að eftir að við byrjum á þessu, þá ákvað skólinn að prófa núna í 1 ár að kaupa bara beint frá bæjunum í kring. Þannig að mötuneyti er bara að kaupa hérna á Snæfellsnesi. Gámurinn, fyrsti gámurinn ykkar, hann var fjármagnaður hvernig? Já, að því að við höfum unnið þarna 2 skipti í röð, þá getur maður eiginlega sagt að við séum komin á blað, að fólk viti að Neðrihóll sé til. En það er enda líka að þakka bændunum í kring sem alveg rosalega duglegir að láta vita af okkur og við seldum þarna þó nokkuð marga gimbrar og hrúta og borgum gáminn með því. Já. Og það er alveg æðislegt. Þannig að sala á líflömbum frá okkur úr ykkar ræktun hefur verið að borga fyrir frekari framþróun í greinin ykkar sem ykkur langar að gera. Já. Og margt annars sem við höfum verið að hugsa og eins og vinkonum mínar þær eru að ríja sjálfar og við erum náttúrulega að ríja en við seljum það beint en þær eru að spinna. Við ákváðum að fara bara að selja beint og svo bara kaupa í lopan en það er kannski gaman að segja frá því að Snæbjörn fór og keypti múavél án þess að ég vissi og sagði ástu mín, ég keypti múavél kostar 500.000, þú sér bara að borga hana. Við svo hvernig á ég að gera það og hann segi já, þú getur bara að prjóna lopapeyssur og það kom einhver kergja þannig að ég borgaði hana með lopapeyssur. Já, það var þannig. Náður að prjóna á einu ári og selja á einu ári upp í eina rekstravél sem kostaði 500.000. Þannig að þetta er allt hægt, skilur við. Það er engin smá síja sem að þessir hrútar eru búin að fara í gegnum. Hvað er talað um að þurfi margar kindur á móti einum hrút? Nú eru þið með hvað með margar kindur? Já, flestir eru að nota þetta svona 20 til 30 kindur á hrút. Í fyrra þá var þessi notað töluvert mikið, þannig að hann fór í 190. 190 kindur? Það hafa verið góð jól hjá þér, en núna? Hann var í 130 til 40 kindum hjá mér. Þetta er mikils að, fór hann í og lánaður hann svo? Já, svo var hann lánaður líka og kom með kindur hinga undir hann. Þannig að þetta er aðaltappinn hérna á Snæfellsnesi, í hvítum hrútum? Já, það var þannig að hann var faðir besta hvíta hrútsins líka. Núna síðast? Já, hér á Nesinu. Ingi, rétt eins og með jólagjafirnar, þær hafa ekki alltaf verið til staðar og ekki verið alltaf eins. Það sama má segja um jólaljósin og skreytingar. Þær hafa ekki alltaf verið eins, en það er svolítið merkileg saga á bakvið jólaskreytingar í Grundarfirði. Já, þetta er svolítið sérstakt. Ég komst bara að því daginn, ég var að velta því fyrir mér hvað í rauninni væri orðið mikið skreytt nú þegar á aðventu og hvort þetta hefði tíðkast lengi að skreyta svona á aðventunni. Og þá komst ég að því að fyrsta umfjöllun aðventuljós í íslensku dagblöðum er í lítilli frétt frá Grundarfirði. Þar sem Emil Magnússon segja frá því í Morgunblaðinu að það sé búið að setja upp aðventuljósin. Svo ég fer að athuga þetta og þá kemur það í ljós að þegar að Grundarfjarðarkirkja er í byggingu þá ákveða þau prestshjónin, séra Magnús Guðmundsson og Áslaug Sigurbjörnsdóttir, þá ákveða þau að flytja inn dálítið af svona pappírsljósastjörnum frá Svíþjóð. Og það er svolítið skemmtilegt og þetta er selt til ágóða fyrir kirkjuna og þar að leiðandi skal ég segja eru þessi ljós komin í hvern einasta glugga í Grundarfirði líklega svona 64-5. Og þá var þetta óþekkt annars staðar. Það kann að hafa verið einhver heimili sem áttu svona stjörnur en ekki almennt. Og þegar ég fer að svona reyna að átta mig á bæði í þessu tíma og annað, þá kemst ég að því að þessi stjarna hún er kennd við bæ í Þýskalandi sem heitir Hernut eða Drottinsvernd og það er trúarsöfnuð þar sem fyrir útbúa svona stjörnur og einhver tíma rétt fyrir 1900 þá verður farnir að fjöldaframleiða þessar stjörnur og þær komast í tísku í Svíþjóð miðjan
5. áratuginn eða 1944 til 6 eitthvað svoleiðis. En einmitt þá séra Magnús Guðmundsson í námi í Lundi í Svíþjóð og kynnist þessari hefð. Og þetta náttúrulega að tákna sko Betlehems stjörnuna og hann sem sagt flytur þessa hefð hingað heim til Íslands. Og tengir það svona kirkjunni? Tengir það kirkjunni og þetta Betlehem stjarnan sem var seldi til ágóða fyrir byggingu Grundarfjarðarkirkju. Það merkilegt, ekki hefði maður hugmynd það hefði byrjað þarna. Nei, þetta svolítið skemmtilegt. Vegna þess að sko eins og það tíðkaðist ekki í á mínum sem sagt, þegar ég barn, þá tíðkaðist það ekki að vera að skreita svona mikið á aðventu. Það var ekkert farið að skreita fyrir bara rétt síðustu dagana fyrir jólin. Og en þessi stjarna, hún einmitt sko tákn aðventunar og á að fara upp sko fyrsta sunnudag á aðventu þegar kirkjuárið byrjar. Þetta var náttúrulega leiðarstjarna vitringana, Betlehem stjarnan og hún þarna sett upp með þessum hætti. Hefur hún alltaf verið jafn vinsæl, því að nú hún mjög vinsæl í dag sem skraut? Hún virðist hafa verið orðið mjög vinsæl hérna svona bara upp úr 1970 og meira og minna þá komin á hvert heimili sko. Það verst að þetta sé ekki ennþá til styrktar húsbyggingum í Grundarfirði. Já, ég gerði það á ganni mínu að ég fór á rúntinn heima til þess að athuga hvað mikið af gömlu stjörnum kirkjunar, Grundarfjarðarkirkju væri uppi. Og það svo skrítið þegar maður hugsa hreyfingu tímans að ég byrja á því að telja hverjir eru í sínum húsum frá þessum tíma. Og það ég get bara talið 3 einstaklinga frá 7. áratugnum sem ennþá í sínum húsum. Og einu þeirra hékk svona stjarna uppi. Og sá telur sig að þau hjón töldu sig hafa keypt þá stjörnu 1969. Þannig og síðan komst ég að því að þessar stjörnur, þetta hefur talsverð lager sem séra Magnús hefur útvegað, til þessar stjörnur voru seldar fyrir jól í mörg ár. Og þetta gaman sem að segja það að séra Magnús og Áslaug eru afi og amma dómsmálaráðherrans. Og þaðan kemur Áslaug að nafni. Hvað segirðu, hvað ertu að gera hérna í Garðalund á Akranesi? Já, ég fréttaði að væri eitthvað hérna að vera fullt af krökkum og svona og ég stenst aldrei sko. Stúfur bróður minn, hann var að koma í nótt en hann treysti sér bara ekki sko í að mæta öllum þessum, þannig ég segi ég kem með þér. En svo veit ég ekkert hvað varð hann er bara horfinn eiginlega. Hann getur verið að þvælast hérna einhver staðar í skógræktinni á Akranesi sko. Hann ekki það lítill að við sjáum hann, ekki það nokkuð? Nei, hann bara svona frekar svona lágvaxinn en ekkert svo lítill, nei, hann heitir þetta samt Stúfur, já. En ég sko, þið veitir hvað ég heiti það ekki? Já, ég heyrði eitthvað læti hérna áðan, þú varst með eitthvað læti, hvað var það? Já, ég sá bíl, það var bíll á vegi mínum og ég rauk á hurðina og skellti sko. Og það nú skemmtilegasta sem ég geri, þetta að skella hurðum. Það eitthvað helsta iðja mín svona þegar allir eru sofnaðir og ég fer að gefa skóinn, þá læðist ég og opna hurðina smávegis, svona opna dyrnar og skelli svo hurðinni aftur. Þá hrökkvan og fólk oft upp með andfælum og svona. En veistu sko, mér líst ekki alveg á þessa þróun sem að verða með hurðir og dyr á Íslandi, það fara að setja svona pumpur á hurðir, þannig að það ómögulegt að skella þeim. Þannig að ég meira svona snúið mér að bílhurðum upp á síðkasti, það ekki svona pumpur á þeim. Það ekki pumpur á bílhurðum sem betur fyrir ekki ennþá. Nei. Hann fekk bóker, hún fekk njál á tinna, hönd í höndi leitu skák á rjó, sætlir börnur sjálfgjart að finna. Syngur þau mín allra bestu ljóð, söngur tíð, söfning hvetur, sískin tvö, geti betur. Jú, koma. Sögur hjá mömmu í blóðblæ, manni þá hátíð var í bæ. Hann fekk bóker, hún fekk njál á tinna, hönd í hönd leiki skák á rjó, sætlir börnur sjálfgjart að finna. Ég syngur þau mín allra bestu ljóð, söngur tíð, söfning hvetur, sískin tvö, geti betur.
kannast allir við jólaköttin. Það alveg á hreinu. Við viljum vera náttúrulega þar sem allir krakkarnir eru. Við fréttum að þau eruðu öll hér í dag og þess vegna mættum við hinga. Sum voru svolítið hræddir, sum fóru að gráta en þá segjum við alltaf bara við erum hættir að borða börn. Eru þau hætt að borða börn? Allavega. Hjúk. Ég er vegan sko. Þá er það bara grænmeti og ávextir, fyrir þig að það ekki? Jú. Og svo er það reyndar annað sem við erum að hugsa að fara að byrja á. Það er að taka þátt í svona umhverfis átæki og fara bara að borða ruslið. Ég held að það sé bara næsta skref. Ekki börnin, grílar hætti líka. Þannig að já, ég held að það geti verið bara næsta skref. Og börn þurfa ekkert að fá eitthvað alltaf nýtt og nýtt, er það? Það er ekkert lengur töff. Nei, bara alls ekki. Ekki okkar vegna. Nei. Ég er nú eiginlega svolítið að stelast og mamma, heldur að mamma sjá þetta viðtal kannski? Ég held að horfi allir á hana þátt, já. Þú heldur það? Já. Þá er ég nú ekki í góðum málum og hún veit að ég hef farið hérna svolítið áður en ég átti að mæta til byggða. Henn er ekki vel við það sko. Nei. Þannig getið þið bara klift út nafnið þannig að það er ekki víst að hún þekki mig aftur. Við getum tekið þetta aftur og þú segist þetta Giljakur, ok? Já, er það? Nei, ég held að hún myndi sjá í gegnum það. Hún er ótrúlega klók. Já. Ég ætla að hleypa þér bara aftur upp í fjall. Takk fyrir, ég ætla að reyna að læðast þar inn. Lætur engan vita að þú hefur komið? Engan vita, nei. Ok, gangi og góða ferð. Þá er ekkert annað eftir en að óska ykkur gleðilegra jóla og þakka fyrir áhorfið á árinu. Fellur mjúklokk dríf á grund eins og heimurinn hingrað eins við haldi niður í sér andanum stund eftir vænting í augum á sjá. Svo spennandi í dag jafnvel kýsa hún til að